Góðan dag og verið velkomin á uppgjörsfund Skaga fyrir þriðja ársfjórðung. Við Brynjar Þór Hreinsson, fjármálastjóri Samstæðu, ætlum að skipta kynningunni með okkur. En ég mun byrja á því að fara yfir helstu tíðindi fjórðungsins og koma inn á samþættingu IVAF inn í Samstæðuna ásamt frekari hagræðingaraðgerðum sem við höfum ráðist í. En svo fer Brynjar betur yfir rekstrarniðurstöðu fjórðungsins. En áður en við byrjum yfirferðina langar mig til að benda á að Taktdagur Fossa verður haldinn í 10. sinn á morgun og við verum mjög stolt af þessum degi sem hefur vaxið mikið í umfangi síðustu ár. Og undanfarin 9 ár hafa 114 milljónir safnast og runnið til góðra málefna, en þetta hefur verið samstarfsverkefni viðskiptavina Fossa ásamt Nasdaq Iceland kauphöllinni og T+ og auglýsingastofan Tvist undanfarin ár. Og nú getum við öll lagt hönd á plóg og önnur félög í Samstæðu, VÍS og Íslensk verðbréf og SIF koma með okkur í þetta verkefni, en þannig að okkur þætti vænt um að þið mynduð, ef þið hafið tök á, að beina viðskiptum til Fossa fjárfestingarbanka á morgun, eða bendum við einnig á að það hægt að leggja fram með beinu framlagi og eru bankaupplýsingar hér á glærunni. En það í raun og veru einstök börn sem að njóta stuðnings okkar þetta árið. Einstök börn eru stuðningsfélag barna og ungmenna og aðstandandi þeirra, ekki síst, en börn sem eru með sjaldgæfa sjúkdóma og heilkenni. Og þetta snertir rúmlega 800 fjölskyldur í samfélaginu í dag og því verðugt verkefni fyrir okkur til að styðja. En vindum okkur í það sem helst að frétta af fjórðungnum, en grunnrekstur Samstæðunnar, hann gekk að mörgu leyti vel á þriðja ársfjórðungi. Áframhaldandi vöxtur einkenndi tryggingastarfsemina og undirliggjandi arðsemi jókst líkt og undanfarna fjórðunga. Iðgjaldavöxtur nam 9,8% á fjórðungnum sem í takt við áætlanir og VÍS þar með að vaxa hraðar en tryggingamarkaðurinn. Samsett hlutfall lækkar enn og var það 92,3% á þriðja ársfjórðungi. Tekjur af fjármálastarfsemi halda áfram að vaxa og afkoman eykst aftur eftir nokkrar sveiflur á fyrri hluta árs og aukin umsvif á fjármálamörkuðum með haustinu hafa haft jákvæð áhrif á rekstur Fossa og SIF og sú þróun gefur jafnframt tilefni til bjartsýni á komandi misserum. Fjárfestingartekjur voru undir viðmiðum í fjórðungnum og kemur það helst til vegna niðurfærslu á virði Kontrolant í fjárfestingarsafninu og hafði það talsverð áhrif á arðsemi á tímabilinu. Kaup okkar á íslenskum verðbréfum eru formlega gengin í gegn og við langar til að nýta þetta tækifæri til að bjóða starfsmenn og viðskiptavini IVAF velkomin í Samstæðuna. En starfsemi IVAF verður partur af Samstæðunni mitt frá með fjórða ársfjórðungi og með innkomu þeirra bætast við rúmlega 100 milljarðar af eignum í stýringu sem standa nú eða í lok fjórðungsins þá það bil í 224 milljörðum og við væntum þess jafnframt að ná fram talsverðri kostnaðarsamlegð eins og ég mun fara betur yfir á eftir. Í fjórðungnum undirbyggum við og réðumst í ákveðnar viðbótar kostnaðaraðgerðir sem miða að því að auka skilvirkni hér innan hús. En við áætlum að þær aðgerðir munu skila 300 milljón króna kostnaðarhagræði á ársgrunni. Að lokum vil ég upplýsa það að við stefnum á því að breyta aðeins taktinum í upplýsingagjöf til fjárfesta, þar sem að við horfum til þess að vera með hnitmiðaðri upplýsingagjöf á fyrsta og þriðja ársfjórðungi, en eftir sem áður verða fjárfestakynningar ársfjórðungslega. En nú þegar kaup Skaga á íslensku verðbréfum og IVAF sjóðum eru gengin í gegn, ágætt að fara yfir hvernig við munum samþætta þá starfsemi við núverandi starfsemi Skaga Samstæðunnar. Móðurfélag íslenskra verðbréfa sem í dag einkum verðbréfamiðlun og varsla
mun sameinast Fossum fjárfestingarbanka og mun bankinn taka við öllum viðskiptasamböndum í tengslum við þá starfsemi. Og þá munu rekstrarfélögin IVAF sjóðir og SIF sameinast undir nafninu Íslensk verðbréf, en þar mun öll aktív stýring eigna innan samstæðna fara fram, þar með talið stýring eignaleiða fyrir Fossa. En Fossar munu eftir sem áður bjóða upp á víðtæka þjónustu, meðal annars í gegnum einkabanka þjónustu sína, en á það meðal annars við sérhæfða eignastýringu, fjárfestingaráðgjöf og sölu í erlenda sjóði. Þessar sameiningar klárast á nýju ári en taka í raun gildi frá og með 1. janúar 2025 og við þetta má bæta að við horfum til þess að tilfærsla tryggingarekstrar í dótturfélögum muni einnig klárast áramótin og förum við því inn í nýtt ár í framtíðarskipulagi samstæðunnar eins og þið sjáið hérna á þessari glæru. Eins og ég fór yfir að þá munu IVAF sjóðir og SIF sameinast undir nafninu Íslensk verðbréf, en með því að sameina þessi félög verður til stöndugt rekstrarfélag með 200 milljarða í stýringu og fjölbreytt sjóðaframboð sem henta breiðum hópi fjárfesta, allt frá einstaklingum og fjölskyldum til fag- og stofnana fjárfesta. Félagið býr jafnframt að framúrskarandi og reynslumiklu teymi á sviði eignastýringar og við sjáum því mikil tækifæri í því að geta boðið núverandi sem og nýjum viðskiptavinum VÍS, Fossa og IVAF upp á fjölbreytta valmöguleika til að ávaxta eignasöfn sín og sparnað. Arnór Gunnarsson, núverandi framkvæmdastjóri SIF, verður framkvæmdastjóri sameinaðs félags og starfsmenn þess verða 14 talsins sem að skiptast á starfsstöðvar félagsins í Reykjavík og Akureyri. Í haust réðumst við í aðgerðir sem miðaði að auka skilvirkni innan samstæðunnar. Hluti þess snýr að því að fækka ársverkum 15 eða sem nemur 6% stöðugildum innan samstæðu. En náðu aðgerðirnar til allra félaga í samstæðunni og við áætlum að áhrifa þeim nemi 300 milljónum króna á ársgrunni. Ég undirstrika að þetta eru aðgerðir til viðbótar við þær aðgerðir sem við fórum í undir lok síðasta árs og eru enn í raun og veru að koma fram í rekstri okkar. En við þetta má bæta að sú kostnaðarsamlegð sem við sjáum fram á að ná í tengslu við samþættingu IVAF og IVAF sjóða nemi 220 milljónum króna þegar þau áhrif eru að fullu komin fram. Samanlagt eiga því þessar aðgerðir og samlegð í tengslu við innkomu IVAF að skila samstæðinu rúmlega 500 milljóna afkomubata horft fram á veginn. En við sjáum það sem viðvarandi verkefni að ná fram þeirri kostnaðar samlegð sem við höfum boðað og við munum halda áfram að leita leiðir til þess að auka skilvirkni þar sem við sjáum tækifæri til og horfum meðal annars til þess að samnýta innviði í auknum mæli. En áður en við förum nánar í reksturinn, langar mig til að fara yfir afkomuhorfurnar. Við höldum horfum óbreyttum fyrir þetta ár, enda reiknum við með að vera innan bils varðandi samsett hlutfall og tekjur úr fjármálastarfsemi. Við erum einnig komið nokkuð góða sýn inn í næsta ár og setjum því fram hér afkomuhorfur fyrir árið 2025. En þær endurspegla meðal annars innkomu IVAF, auki hagræði innan samstæðunnar og þann takt sem við finnum fyrir í grunnrekstri félagsins. Árið 2025 að þá stefnum við að því að samsett hlutfall verði undir 94% og að tekjur af fjármálastarfsemi vaxi töluvert og verði yfir 3,1 milljarði króna. Sömuleiðis birtum við markmið ávöxtun fjárfestinga á árinu sem að lækkar úr 11% í 10% sem í takt við lækkun vaxtastigs í landinu. En varðandi tekjur af fjármálastarfsemi þá langar mig einnig til að undirstrika það að við gerum ráð fyrir að fjármálastarfsemi verði arðbær á næsta ári. Hér til hægri má svo sjá til upprýðunar þau langtímamarkmið sem við settum fram í tengslu við sameiningu VÍS og Fossa
sem að við vinnum auðvitað enn að því að ná. En nú gef ég Brynjari fjármálastjóra orðið til að fara yfir rekstur. Já, góðan daginn. Takk fyrir það, Haraldur. Ég ætla að fara nánar yfir fjárhagssamstæðunar á fyrstu 9 mánuðum ársins ásamt yfirferð á afkomu þriðja ársfjórðungs. Við horfum á rekstrar niðurstöðu samstæðunar á þriðja ársfjórðungi ber helst að nefna að samanlagðar tekjur af tryggingum og fjármálastarfsemi vaxa 13% og nema 8 milljörðum og grunnrekstur heldur áfram að batna. Hagnaður fyrir skatta nam 441 milljón en hagnaður eftir skatta nam 428 milljónum. En þess ber að geta neikvæð áhrif á ríflega 400 milljóna lækkun kontráland, auk 300 milljóna hærri fjármagnsgjöldum í fjórðungnum, eða árið í fyrra, lækkar arðsemi í fjórðungnum. En í starfseiningunum, þá í tryggingastarfsemi tekjuvöxtur áfram góður og að vaxa umfram markaðinn ásamt því að samsetta hlutfallið 92,3% sem styður við áframhaldi viðsnúningi afkomu milli ára. Í fjárfestingum var ávöxtun 1,6%, þar sem fyrrgreind virðislækkun kontráland dró ávöxtun niður 5%, en þar að auki eru fjármagnsgjöldin há á fjórðungnum líkt og komið hefur inn á. Í fjármálastarfsemi var öflugur tekjuvöxtur og afkoma fyrir skatta á þriðja fjórðungi batnar umtalsvert í próforma samanburði á milli ára sem skilar starfseminni nær jafnvægi í rekstri. Því næst förum við samandregin rekstrarreikning samstæðunar á þriðja fjórðungi ársins. Hreinar tekjur af tryggingastarfsemi nema 1,8 milljörðum og vaxa 10%. Tekjur af fjármálastarfsemi nema 454 milljónum. Hreinar fjárfestingatekjur nema 104 milljónum og lækkum 350 milljónum á milli ára. Og því nema hreinar rekstrartekjur samanlagt 2,4 milljörðum og vaxa 11%. Rekstrakostnaður á sama tíma nemur 1796 milljónum og hækkun milli ára kemur til að mestu að því að fjármálastarfsemi nú hluti af samstæðinu en hún var það ekki á þriðja ársfjórðungi í fyrra. Skatthlutfall lágt í fjórðungnum sem skýrist af hækkun skráðra hlutabréfa og jákvæðum tekjuskatti í fjárfestingabankastarfsemi. Hagnaður eftir skatta nam því 428 milljónum. Förum þá yfir rekstur samstæðunar fyrstu 9 mánuði ársins. Kjarnatekjur samstæðunar nema 23 milljörðum og vaxa 13%. Grunnreksturinn hefur batnað verulega á milli ára en í samanburði á rekstrarniðurstöðu samstæðunar þarf að hafa í huga að óskráðar eignir skiluðu 1,6 milljarði í fyrra að mestu vegna kerisis en í ári eru óskráð hlutabréf í fjárfestingasafninu búin að lækka tæpar 200 milljónir. Auk þessa eru fjármagnsgjöld 200 milljónum hærri í ár. Þetta eru stórir áhrifaþættir sem leiða til þess að þrátt fyrir mikinn bata í grunnrekstri afkoman lægri en í fyrra. Niðurstaðan kemur þannig út fyrstu 9 mánuði ársins að hreinar tekjur af tryggingastarfsemi eru 5.127 milljónir og vaxa 23%. Tekjur af fjármálastarfsemi eru 1.340 milljónir og vaxa 86% í próforma samanburði. Hreinar fjárfestingatekjur námu 766 milljónum og lækka umtalsvert milli ára líkt og komið hefur verið inn á. Hreinar rekstrartekjur á tímabilinu námu því alls 7.295 milljónum. Rekstrakostnaður nam 5.853 milljónum og skýrist hækkun af innkomu fjármálastarfsemi á meðan rekstrakostnaður í tryggingastarfsemi að lækka ríflega 4% á milli ára. Afskriftir og virðisrýrnum var 415 milljónir og einskiptiskostnaður 99 milljónir vegna umbreytinga samstæðunar á árinu og ytri vaxtar. Tekjuskattur nemur 229 milljónum og hagnaður því eftir skatta 700 milljónir. Efnaður samstæðunar stóð í 73 milljörðum við lok þriðja ársfjórðungs og hækkar ríflega 8 milljarða frá áramótum sem skýrist að mestu af vexti Fossa. Eigið fé samstæðunnar ríflega 20 milljarðar eftir endurkaup og arðgreiðslur samtals að fjárhæð 1,5 milljarða á fyrri árshelmingi. Þess má geta að efnaður Fossa hefur nú vaxið ríflega 50% frá áramótum og stendur í 18 milljarðum. Stækkun lánasafns Fossa heldur áfram jöfnum skrefum og stendur í ríflega 4 milljörðum eða 20% af efnahag sem í takt við áætlanir. Í næsta ætla ég að kynna nánar reksturinn í 3 megin starfseiningum samstæðunar og byrjum á tryggingastarfsemi. Þar ber helst að nefna áframhaldi afkomubata í vátryggingarekstri en viðsnúningurinn á fyrstu 9 mánuðum ársins nemur 1100 milljónum. Tryggingareksturinn heldur áfram að vaxa umfram verðbólgu og tryggingamarkaðinn og við sækjum því á hlutdeild.
Kostnaðarhlutfall lækkaði jafnframt áfram og nam 16,3% stigum á fjórðungnum samanborið við 18,7% árið áður. Samsett hlutfall þróast í takt við markmið og nam 92,3% á fjórðungnum og 95,2% á fyrstu 9 mánuðum ársins. Þrátt fyrir 5 stærri tjón það sem af er ári, en þessi 5 tjón telja 3,3% samanlagt í samsettu hlutfalli sem nokkuð hærra en samanlögð stórtjón fyrstu 9 mánuði síðast árs. Við stefnum því áfram að ná markmiðum ársins í tryggingastarfsemi. Í fjármálastarfsemi eru tekjur á fyrstu 9 mánuðum ársins að aukast 86% í próforma samanburði og dreifing tekna stöðugt að batna með aukinni banka- og eignastýringastarfsemi, en eins og sjá má á þriðja fjórðungi koma 2/3 af tekjum úr annarri starfsemi en markaðsviðskipti. Eignir í stýringu nema 123 milljörðum en með innkomu IVAF eru eignir í stýringu 224 milljarðar. Við horfum því fram á enn meira vægi eigna- og sjóðstýringatekna með innkomu IVAF fram á við. Áframhaldi vöxtur og kostnaðar samlegð með IVAF mun skila arðbærum rekstri í fjármálastarfsemi á komandi misserum. Förum því næst yfir fjárfestingarsafnið hjá VÍS. Hér vinstra megin uppi má sjá að á síðasta fjórðungi voru fjárfestingartekjur 713 milljónir sem sambærilegt fyrra ári. Fjárfestingartekjur á fyrstu 9 mánuðum ársins nema 2011 milljónum. Ávöxtunin á fjórðungnum var 1,6% en 4,6% á fyrstu 9 mánuðum og hér niðri vinstra megin má sjá niðurbrot ávöxtunar í síðasta fjórðungi, en þar má sjá að óskráð hlutabréf drógu ávöxtun niður tæplega 300 milljónir. Hér niðri hægra megin má sjá að á öðrum ársfjórðungi voru hreinar fjárfestingartekjur 104 milljónir þegar búið að draga frá fjármagnslið, en lækkun vaxta eykur fjármagnsgjöldin á fjórðungnum á stórum hluta vegna áhrifa núvirðingar á lægri vöxtum. Af hreyfingum að virði einstakra eigna á fjórðungnum ber helst að nefna Controlant eins og áður, en gengi fer úr 80 krónum á hlut í 30 krónur sem leiðir til þess að virði hlutarins í lok tímabilsins nemur 250 milljónum. Fjárfestingaeignirnar þær standa í 45 milljörðum. Áfram hefur lengt í líftíma skuldabréfa á meðan verðtryggingarhlutfall stendur í stað á milli fjórðunga. Tilfærsla í safninu á fjórðungnum helst sú að auki vægi skráðra hlutabréfa og ríkisskuldabréfa og dregið úr vægi annarra skuldabréfa. Í þróun samsetningar má sjá að vægi hlutabréfa samtals 1/3 í lok tímabilsins. Þá minni yfirferð lokið og gef ég Haraldi aftur orðið. Takk fyrir Brynjar, en áður en við ljúkum þessu í dag þá langar mig að venju að fara yfir nokkur lykilskilaboð. Tryggingarekstur, hann heldur áfram að vaxa hraðar en markaðurinn og við erum farin að keppa í sömu deild og samkeppnisaðilar okkar þegar kemur að grunnrekstri. Fjárfesting okkar í vexti í fjármálastarfseminni heldur einnig áfram og efnahagur bankans vex hröðum skrefum og nýju tekjustraumar eru jafnt og þétt að koma inn. Það má því segja að banki sé á réttri leið og aukin umsvif á fjármálamörkuðum og lækkandi vextir gefa jafnframt tilefni til bjartsýni á komandi misserum og aukin skali í fjármálastarfseminni meðal annars með innkomu IVAF mun skila sér í aukinni arðsemi á komandi ársfjórðungum. Og loks vert að koma inn á að við erum enn að vinna höndum að því að draga fram samlegð innan samstæðunar, bæði á tekju- og kostnaðarhliðinni. Okkar hagræðingaraðgerðir munu halda áfram að skila sér jafnt og þétt og það mikill fókus á krosssölu á milli félaga farandi inn í nýtt rekstrarár. Við munum koma meira inn á það síðar. En að þessu sögðu þá þakka ég áheyrnina og við opnum fyrir spurningar úr sal. Við líka hvetjum eins og alltaf að ef að það vaknar spurningar á öðrum tíma þá frjálst að hafa samband við okkur hvenær sem og við verðum við fundabiðnum og ýmsum fyrirspurnum. Og ef það eru engar spurningar þá þökkum við fyrir í dag.